Húnabúðin á Blönduósi ein þessara heillandi sveitaverslana sem enn starfar úti á landi. Lítil að utan en stór að innan. Hún stendur við þjóðveg 1 rétt neðan við N1 en við á N4 fengum okkur góðan kaffisópa í postulínsbollum innan blóm og gjafavöru, lopa, handverk og handgerðar tölur svo fátt eitt sé nefnt. Hugmyndin náttúrulega svo að við áttum húsbíl til dæmis, hjónin, og þegar maður ferðaðist landið og fór á minni staði, þá var ekkert leiðilegra en að koma inn í 3 verslanir á sama staðnum, kannski þessar 1-3 sem voru til og sjá sömu vörurnar alls staðar. Já. Það voðalega leiðilegt. Er það algengt? Allavega var það á þeim tíma. Já. Svo datt maður kannski inn í svona gamalt kaupfélag á Norðurfirði á Ströndum og það var dásamleg upplifun, þar var allt til. og mér finnst bara svo gaman að koma sjálfri inn í búðir þar sem að fæst allt mögulegt. Ég nenni ekki inn í búðir sem eru svona mínimalískar, þú veist það sem gler, spegl, búið eða eitthvað svolítið. Það bara höfðar ekki til mín, sko. Nei. En ég veit að þetta koncept höfðar heldur ekki til allra, en það höfðar til margra samt. En þetta bara eitthvað sem hefur langað til að gera og þegar fyrireigandi að blómabúðinni vildi selja, þá fannst mér bara upplagt að stökkva á það. Og því þetta finnst mér mjög skemmtilegt. Þau hjón bjuggu sauðfjárbúi í áratugi austur á Héraði en fluttu með fjölskyldina á Blönduós fyrir bráðum 6 árum og eitthvað þurftu þau að hafa fyrir stafni, segir Sigurlaug, sem þykir fátt skemmtilegra en að taka á móti gestum. Ég mjög glískjörn og mér finnst voðalega gaman að drekka úr alls konar böllum, helst skrautlegum og mér alltaf þótt gaman að taka á móti fólki. Það sem við áttum heima fyrir austan var gríðarlegur gestagangur og það einhvern veginn datt niður þegar maður flutti svona frá öllu og þekkti engan. Og svona þegar maður var farin að sjá að þetta konsept gengi ekki alveg upp, bara blóma og gjafavöruverslun, að það vilja allir kaffi. Þannig ég ákvað bara að prófa það, setja það inn með þó ég væri við hliðina á N1. Margir töldu það algjöra bilun. En hver raunin? Hún bara mjög góð. Já. Sérstaklega vegna þess að ég hef ekki fengið að setja upp skilti við þjóðveg, þannig að ég mjög lítið sýnileg. Fólk tekur ekki mikið eftir þessu. En þeir sem annarborð detta inn, þeir komu yfirleitt aftur og aftur og aftur. Ég hef mjög mikið af fastakúnum. Já. Og hvaðan eru þeir? Það náttúrulega heimafólk mjög duglegt að koma. Og Skagfirðinga líka og líka á Vestursýslunni. Fyrir jólin kemur töluvert af Ströndunum og Snæfellsnesinu. Akureyringar koma hér mikið við og já, það hefur verið versla fyrir jólin frá Kópaskeri, Raufarhöfn og Þórshöfn og alls staðar að, sko. Þá menn að keyra í gegn og sjá. Sérstaklega þegar það komið myrkur, þá sér þetta meira sýnilegt, sko. Já, það gerir glysið þitt. Já, það gerir glysið, sko. Fangar auga. Það með Byrgja í Bretlandi, sem ég flytti inn beint frá, og það aðalega fyrir jólin og svo kannski á vorin. Minnisendingu á vorin. Annað fæ ég svona í gegnum heilverslanirnar bara í Reykjavík. Og svo náttúrulega skipti ég mikið við Grænan markað sem heilverslun blómasala. En rósirnar reyni ég að fá allar frá stærrastöðum í Skagafirði. Það koma mikið af útlendingum hérna. Hvað versla þeir? Lopa. Þeir versla lopa? Skartgripir. Já. Það sem þeir eru að versla hjá mér aðalega lopi og skartgripir. Jólasveinar. Þú ert búin að skreyta? Já, ég nú ekki búin, ég byrjuð. Þú byrjuð? Já. En hvernig gengur þetta svo? Þetta fer að ganga betur. En það þarf að bæta aðeins í. Mér langar að verði það mikið að ég geti ráðið mér starfsmann. Það stefnan að geta verið með alveg fastan starfsmann. Já. Og vonandi tekst það. Það svona ræðst af veturinn núna í vetur. Hvernig þetta fungerar, þetta koncept, kaffi og
gjafavara. Nýtnin þeim hjónum blóðborin og eru til dæmis borðin og hillurekkar smíðuð af Sigurði og sama að segja tölurnar og ýmsa handgerða muni sem þarna eru seldir. Kannski virkar þetta svona út og suður svolítið, en þetta ástæðan. Við erum mjög erfitt með að henda og viljum helst endurvinna. Það til dæmis svo tölurnar, trétölurnar sem að Sigurður gerir, að hann, ef hann finnur gamalt, sko það verður á gamalt, helst 30, 40, 50 ára gamalt rekuskaft, skóflu eða haka eða eitthvað, það eini viðurinn sem hægt að nota í tölur. Viður sem fæst í dag hann svo ónýtur að þær þoli ekki fara í þvottavélina. En þetta þolir það, sem sagt að því að fólk þvær orðið ullaföt líka í þvottavélum. Sko. Og stólarnir eru frá Súlnasal út til Sögu. Ég var hvar ég hefði setið í þeim áður.